En núna erum við komið með þessi tól í hendurnar að við getum einhvern veginn vitað að einhver bað vefinn okkar. Við getum einhvern veginn aðgreint þá frá öðrum sem biðja vefinn okkar. Og þá næsta skrefið að búa til og halda utan eitthvað svona notendakerfi. Þannig að ég get í raun vita að þú baðst vefinn þinn og þú ert Óli. Þannig að Óli má sjá þetta, þú mátt sjá þetta, þú ert ekki Óli, þú mátt ekki sjá þetta. Þannig að við getum farið að aðgreina og komast að því hver hvað. Þá þurfum við svona eitthvað notenda umsjónarkerfi og það þá þetta í grunninn að við þurfum að vita hver einhver. Þannig að ég þarf að eiga einhverjar upplýsingar, ég þarf að vita lykilorð og notendanafn til þess að geta komist inn á einhvern stað og síðan þurfum við að viðhalda og vita þessari stöðu. Þannig að það sem við getum notað sessjónið í eftir að við erum búin að komast að einhver veit eitthvað lindamál að viðkomandi þessi einstaklingur og þá þurfum við ekki alltaf að vera að spyrja lindamáli. Við getum bara viðhaldið þessu. Og þá þetta yfirleitt útfært þannig að við erum með eitthvað form sem með notendanafn og lykilorð og ég slægi inn notendanafnið mitt og lykilorðið og ég ýti á einhver takka og þá framkvæmd eitthvað post á einhvern bakenda, til dæmis á eitthvað login route sem sendir þá username og password sem síðan flett upp. Ef það í lagi, þá það vistað í session. Ef það ekki í lagi, þá eru birtar einhverjar upplýsingar sem segir, hey, vitlaust notendanafn eða vitlaust notendanafn lykilorð, eitthvað svona. Og bakendinn sér þá að hafa einhverja tengingu við einhvern notendagrunn og þessi notendagrunnar geta verið alls konar. Það geta verið í raun bara, ég get verið með username og password hardkóð í forritinu mínu, ég get verið með töflu með notendum, ég get verið með vefþjónustu sem athugar. Það alls konar til í þessu. En bara þetta að við þurfum að geta sendt inn þessar upplýsingar notendan og borið það saman við einhvern grunn og svo fáum við bara tilbaka já eða nei, þetta í lagi eða ekki. Og síðan eftir að það búið, þá höfum við þá einhverja leið til þess að athuga þegar einhver client framkvæmir eitthvað request. Þetta request með session? Já. Þetta session með gildi sem segir að viðkomandi sé loggaður inn? Já. Ok, þá þurfum við ekki að spyrja, annars þurfum við að spyrja. Og það þá gert með cookie í gegnum með session upplýsingum. Og síðan höfum við einhverja leið til þess að láta notendan útskrá sig, geti útskráð sig og þá hægt að gera til dæmis get request á logout sem þá myndi einfallega bara eyða gildinu úr session bæði hjá notendanum og úr þessu session storage sem þýðir þá að það ekki lengur til neinar upplýsingar að þessi notandi hafi auðkennt sig á einhverjum tímapunkti og þá notandinn að auðkenna sig aftur þegar þá að sækja eitthvað sem maður má ekki sjá nema að vera auðkenndur. En til þess að sjá allt þetta, þá þetta svona flæði og eitthvað svona vesen og þetta getur verið erfitt að útfæra sjálf og þá Passport.js pakki sem við getum notað, sem einn mest notaða leiðin til að halda utan þessa auðkenningu með Express og þetta útfært sem svona generísku pakki, það að segja Passport.js í grunninn sér bara að viðhalda þessu flæði, athuga hvort einhver sé loggaður inn eða ekki, hafa einhverjar aðferðir sem maður þarf að útfæra til þess að athuga það og einhverjar aðferðir til þess að geyma og sækja þessar upplýsingar úr sessioninu og til þess að athuga hvort einhver hafi loggað sig inn rétt eða ekki. Og síðan eru margs konar strategies sem hægt að sækja til þess að útfæra á móti alls konar auðkenningakerfum. Og við ætlum að nota local sem þá einhver svona local grunnur sem við notum en síðan líka þetta að sækja strategies til þess að fá auðkenningu á móti Twitter eða Facebook eða Google eða einhverjum öðrum þriðja aðila authentications. Þannig við erum kannski með einhvern vef þar sem við ætlum að einhver svona forritara-based vefur og við viljum að fá að vita hvaða GitHub notandinn með, þá getum við notað GitHub strategy til þess að fá auðkenningu á móti GitHub. Og þá fáum við ekki bara auðkenningu á því að einhver sé einhver GitHub notandi, heldur getum við líka þá lesið hvaða repo viðkomandi á, hvaða og eitthvað svona. Og það fyrir allt eftir því hvaða upplýsingar við biðjum hvað þjónustan sendur okkur tilbaka. En við kannski skoðum það seinna, en til að byrja með ætlum við að nota þetta local strategy til þess að útfæra okkar eigin notendagrunn.
Og stillingarna sem við þurfum að segja þá hvert af þessum strategíum erum við að nota? Erum við að nota lokal eða eitthvað annað? Og hvernig ætlum við að meðhöndla þetta notenduna fyrir þetta strategi? Það er að segja, hvernig hann búinn til, sóttur og uppfærður? Hvernig serialiserum við notandan? Hvernig geymum við hann í sessionun okkar? Við viljum líklegast ekki sækja einhvern notanda frá GitHub með öllum repóum sem við komum á og geyma allar þær upplýsingar í sessionunu. Þannig að við þurfum einhvern veginn að vita hvað er eitthvað ID sem við geymum í sessionunu og þá líka hvernig við deserialisum notanda. Þannig að við geymum eitthvað ID í sessionunu og síðan þegar við þurfum að fá notanda hlutinn þá getum við einhvern veginn querya það frá GitHub eða einhvers staðar annars staðar frá til þess að fá upplýsingarnar. Og síðan er þetta strategy sem við þurfum að sækja á nota og stillingar á því og hvert og eitt strategy hefur í raun mismunandi stillingar. Þannig að fyrir GitHub þá þurfum við að segja eitthvað GitHub lindamál sem við erum búin að gera með því að sækja að verða GitHub, búið til GitHub app eða eitthvað svoleiðis. En fyrir lokal strategy þá þurfum við að búa til fall sem tekur við username, password og einhverju done callbacki. Og síðan höfum við einhver hjálpaföll til þess að hjálpa okkur að meðhöndla þessar notendur. Svo bætum við þessu sem middleware á Express appið okkar og Express appið þarf að vera með session til þess að við getum notað session. Og fyrir serialize og deserialize þá er þetta tvö föll sem heita serialize user og deserialize user. Og þegar þetta er allt komið þá fer þetta að verða svolítið svona mikið af dóti. Þannig að við erum farin að nota, við erum að bæta við alltaf fleirum og fleirum svona einhverjum middlewareum. Þannig að þetta er það sem við kannumst við hérna. Við erum með Express og við búum til eitthvað Express app. Síðan erum við komið með session og við þurfum að nota session. Síðan þurfum við að nota fyrir passport sem við sækjum úr passportpakkanum. Þá þurfum við að nota eitthvað ákveðið strategy og strategy kemur þá úr pakkanum sem við erum að nota. Passport lokal eða passport GitHub eða passport Twitter eða eitthvað. Og þá exporta það strategínu sem við notum og við þurfum að stilla það til. Síðan þurfum við að skilgreina þetta serialize fall og deserialize fall. Síðan þurfum við að segja að appið okkar noti passport og appið okkar noti passport með session. Og síðan þurfum við að sjá innskráningu eða auðkenninguna og þá fáum við fall sem heitir authenticate í passport og það les upplýsingar úr rek hlutnum til þess að fá að vita hvað er búið að posta, hvað er verið að reyna að auðkenna sig með. Og fyrir lokal er þetta þannig að við búum til eitthvað form og það hefur username, rate og passport rate, input type, text, username, input type, password, name, password og þau verða að heita nákvæmlega username og nákvæmlega password. Annars fáum við villu sem er skrítið að debugga. Það er ekki augljóst hvað er að. Og síðan, náttúrulega út af því að við erum að fara að útfæra þetta með formi, þá verðum við líka að vera með body parser. Þannig að við verðum að vera með Express, til dæmis Express URL encoded á appin okkar af því að annars verður rec body ekki til og ef rec body verður ekki til þá getur authenticate fallið ekki náði í gögnin sem voru að posta okkur og þar af leiðandi ekki þetta blokka sig inn. Síðan getum við stillt þetta til þannig að ef ég reyna að logga mig inn og eitthvað klikkar þá getur ég ákveðið hvert á að redirecta notandanum eða hvort að ég visti ykkur upplýsingar eitthvað, innskráning mistókst og það er vistað í sessioni út af því að það hefur mistekist að logga mig inn gerist í einu requesti og síðan er ég með redirecta eitthvað annað þar sem ég fæ að vita að það hefur mistekist. Þannig að það er ekki hægt að senda upplýsingar beint þarna á milli, þannig að það þarf að geyma það á einhverjum tímapunkti á milli þessara tveggja hluta og það er gert í sessioninu undir messages lyklinum. Þannig að hérna væri við með rátið þar sem að einhver notandi postar þessu formi okkar á og það er þá postað á login og það er þá kallað í authenticate fallið og það er notað þetta local strategy af því við gætum tæknilega að sé að við erum með local gagnagrunn og GitHub tengingu og eitthvað annað og ef að það klikkar þá ætlum við að prenta vitlausa innskráning og við ætlum að redirecta á /login sem að myndi þá vera get á þetta, ekki post og ef að samt authenticationið text þá keyrir næsta, þá er kallað í next í þessu middleware hérna
og þá förum við áfram hingað og þá er hann búið að auðkenna og búið að búa til notandann í sessioninu af passport sér það fyrir okkur og þá getum við birt notandanum eitthvað sem aðeins innskráðir notandur eiga að geta séð. En síðan fyrir öll request í framhaldinu þá getum við kallað í rec is authenticated fallið og það skilur þá bara true ef notandi er innskráður eða false ef hann er ekki innskráður. Og þá getum við búið til svona middleware eins og við vorum með áðan fyrir basic authentication sem sér þá þetta að við getum sett það alltaf bara fremst í rátin okkar sem eiga ekki að vera aðgengileg öllum sem þá hleypa okkur áfram ef að notandinn er authenticated eða bara redirecta yfir á eitthvað login form ef hann er ekki authenticated. Og síðan allar upplýsingarnar notandann, það getur til dæmis verið hvað er notandanafnið, hvað er raunverulegt nafnið, hvað er netfangið, hvað er bara öll metadata upplýsingar notandann eru geymdar í rec user hlutnum. Og síðan fáum við líka fall til þess að logga notandur út sem það bara rec.logout. Og þetta eru föll, þetta allt upplýsingar sem að passport bætir við request hlutin okkar með því að við notum app use passport. Þannig þá getur þetta verið eitthvað svona middleware sem að passar upp á að notandi sé logged in. Þannig að ég fæ inn eitthvað request, er notandinn authenticated? Já, return next, þar að segja farið bara yfir í næsta middleware. Ef ekki, þá er bara redirectað yfir á login og við förum í raun ekki yfir á næsta middleware. Þannig að þá verður þetta ég get aðeins séð þessa admin síðu ef að ég er logged in og þá er það þessi gögn. Annars er mér redirectað yfir á login síðuna. Og síðan fyrir logout, þá köllum við í rec logout sem að þá eyðir öllum upplýsingunum úr sessioninu og frá notandanum og redirecta síðan yfir á einhverju slóð. Það getur verið forsíðan á webinu með eitthvað. Þannig að við þurfum að setja þetta allt saman og þá fara hlutirnir svolítið að vinda upp á sig. Þannig að þá er þetta sem við vorum með áðan. Við erum með Express sem við erum að sækja, ekkert nýtt þar. Við erum með Session sem við vorum að sjá áðan hvernig virkar og við þurfum að nota það. Síðan erum við með Passport sem er þessi grunnpakki sem veitir okkur aðgang á þessum aðferðum og öllu þessu flæði. Og síðan erum við með Passport Local sem er í raun ákveðin strategía það hvernig við ætlum að nálgast og eiga við notendunar. Síðan erum við með hjálparföll sem að leyfa okkur að komast í það hvernig notendur eru meðhandlaðir hjá okkur. Og það er það þannig að það eru 3 föll sem við ætlum að útfæra. Það er find by ID sem er ef ég er með eitthvað ID á einhverjum notanda, hvernig fæ ég þann notanda. Ef ég er með eitthvað username, hvernig fæ ég það og hvernig staðfesti ég að lykilorðin séu þau sömu. Þannig að þetta eru þessi 3 föll sem við ætlum að vera með sem hjálparföll til þess að geta útfært local authentication okkar. Og fyrir þetta þá engin gagnagrunnur, heldur eru bara fylki af 2 notendum. Einn notendinn er með username admin og er eitthvað password. Þetta password er útbúið með bcrypt og þetta lykilorðið er í raun lykilorðið 1, 2, 3 en hérna er búið að keyra það með bara einhverjum default stillingum í gegnum bcrypt því að það verði þetta þannig að báðir notendur eru með lykilorðið 1, 2, 3 og það sjáum við líka ástæðan fyrir því að ef við myndum salta lykilorðið þá væri þessi lykilorð mismunandi þá væri þá voru hössin af þeim mismunandi en síðan munurinn á þessum 2 notendum er þá að admin er admin og Óli er ekki admin. Síðan höfum við fallið sem að comparear eða ber saman lykilorð og það er þá þannig að ég fæ inn eitthvað hass og ég fæ inn einhvern notanda sem er verið að bera saman við lykilorð. Það er verið að athuga hvort þessi notandi geta loggað sig inn eða ekki og þá er bcrypt pakkin sem er hann er með fall sem heitir compare og það tekur inn hass
það tekur inn lykilorð og það athugar hvort að þetta sé það sama, það er að segja keyrir á þetta user password eitthvað hashing algoritma sem spýtir það út einhverju svona og skilur okkur true eða false eftir í hvort að lykilorðið sé það sama eða ekki. Og ef það er það sama þá ætlum við að skila notendanum, annars ætlum við að skila false. Og ef við síðan flettum upp notanda eftir notendanafni þá ætlum við að athuga bara til einhver notandi í þessu fylki sem með þetta notendanafn, bara notum records.find. Ef svo þá notum við promise resolve út af því að find by username yfirleitt eitthvað sem asynchronous aðgerð, til þess að fletta upp í gagnagrunni eða svoleiðis. Þannig að við erum bara að feika það hérna og ef að notandinn fundinn eða fannst, þá skilum við honum, annars skilum við null og síðan fyrir find by ID þá það nákvæmlega saman við erum að leita eftir ID. En þetta hjálparföllin sem við þurfum að nota fyrir notandaumsjónunum okkar. Síðan eru fleiri stillingar á appinu. Þannig að við erum með eitthvað session secret sem notað til þess að geyma dulkóða gögnin í sessioninu og það fer inn í session stillingarnar og svo erum við með max age 20 x 1000, þannig að það eru 20 sekundur sem að sessionið á að lifa og síðan fáum við strattið sem í raun útfærslan á því hvernig við finnum fyrir eitthvað username og password, hvort að þetta sé raunverulega notandi og hvort að notandi sé raunverulega með rétt password þess að við geta loggast inn. Þannig að þetta fall það sem að athugar þegar ég er búinn að skrifa eitthvað inn í formið mitt, username og passwordið, hvort að notandinn sé til að byrja með til. Ef hann ekki til, þá köllum við þetta done callback með null, af því það engin villa sem kom upp, og false, af því leyti að auðkenningin gekk ekki. Ef að notandinn til, þannig að þetta user ekki false í, þá fyrir við næstu línu sem að athuga hvort að lykilorðið sé rétt miðað við notandann. Þannig að þá sendum við áfram passwordið úr forminu og notandann sem að logga sig inn. Userinn þá þessi notandi sem fannst. Þannig að þessi user verður með passwordið sem að þetta verður þessi hlutur með þetta password til dæmis og ber saman þetta password við passwordið á notandanum. Þannig að þá verið að kalla í þetta hér. Ætti reyndar ekki að heita hash hérna, bara að heita password. Og ef að það gekk upp, þá þetta result notandinn og þá kallað í done callbackið með notandanum og sá notandi loggaður inn. Annars, ef það kemur upp villa, eða ef það gekk ekki upp, þá þetta false og false sett í done callbackið. Ef það kemur upp villa, þá segjum við þetta reyndir að vera svona. Þannig að þá kom upp ykkur villa og við sendum villuna áfram í callbackið. Síðan þetta strategy fest við passport. Þannig að þá veit passport hvernig á að auðkenna notanda. Þannig að þetta strategy kemur úr þessu Þannig að þetta local strategyan sem fær útfærsluna okkar á því hvernig á að sækja notanda. Síðan útfærum við hvernig á að serialisera notanda og þá þurfum við bara að vita hvað auðkennið á notandanum. Það bara ID-ið sem við setjum inn. Þannig að við segjum bara til þess að geyma notanda og þá bara geyma ID-ið á honum í sessioninu. Síðan þegar notandi kemur inn með eitthvað ID þá deserialiserum við notandan. Þá notum við þetta find by ID fall sem finnur þá notandan úr notanda umsjónarkerfinu okkar sem þá þessi bara hérna. Ef það ID 1 þá þessi notandi, ef það ID 2 þá þessi notandi og sendir þann notanda áfram yfir í þetta done callback. Ef það kemur villa þá sendt áfram í villuna. Síðan festu við passport sem við erum núna búin að stilla við Express appið okkar og segjum við ætlum að nota það með sessioni hérna og þá fyrst getum við byrjað að
þá fyrst getum við byrjað að útfæra rátin okkar sem að þá actually gera þetta sem við erum búin að vera að stilla þarna uppi. Fyrst setjum við hérna rát sem athugar einhver authenticated. Ef svo þá res locals sett sem notandinn. Og þetta þýðir þá ef ég væri að nota EUS template eða eitthvað slags, þá myndi user vera gildi sem við getum notað í templateinu til þess að komast í upplýsingar notandann. Ég geti kallaði user.username og þá get ég sagt hi username og þá hi user.username og þá myndi ég fá það username í templateinu og byrt það. Og svo höldum við bara áfram, þannig að þetta bara að setja þetta hérna til hjálpar sem hjálpar hlut í view-unum okkar. Síðan höfum við hérna hjálparfallið sem að athuga hvort við séum logged in eða ekki. Síðan fáum við hvað gerist ef við hérna köllum í rótina. Þá athugum við, einhver authenticated, þá prentum við út hérna, þú ert einskráður notandi, þú ert með þetta notandanafn, þú ert admin eða ekki admin, út frá því hvað á usernum. Þannig að þetta rec user hérna verður þessi hérna hlutur. Og síðan höfum við hérna útskráningu og einhverja leið til þess að skoða eitthvað sem læst. Ef það engin innskráður, þá sendum við bara hérna slóðin til að innskráða þig og þá fæ ég get kall á login og það athugar eitthvað í rec session messages, þannig að voru geymdar einhverjar upplýsingar það að login hafi mistekist í fyrir tilraun. Ef svo birtum þau skilaboð og hreinsum síðan þetta messages array og birtum síðan formið til að logga okkur inn. Þannig að ef við varum að nota EUS, þá myndi þetta hérna vera bara res render með forminu og setjum síðan hérna næst messageið ef eitthvað. Og þetta postar sem sagt á /login, get á login hér og post á loginu hérna og það notar passport authenticate til að athuga hvort að notandinn loggist inn eða ekki. Og hér í raun svona galdra tenging á milli út af því að ég með form hérna sem postar og ég með reit sem heitir username og ég með reit sem heitir passport, þá mun þetta hérna pikka það upp og senda það inn í þetta hérna fall sem þessi tvö gildi hér. Ef þetta heitir eitthvað annað, ef þetta heitir user og pass, þá mun þetta ekki virka. Þetta verður að heita nákvæmlega password og nákvæmlega username. Ef þetta klikkar, þá setjum við þessi skilaboð hérna, sem að væri þá lesin upp hér og byrt, og redirectum yfir á login, og það verður þá redirectað yfir á þetta rát hér. Ef þetta gekk, þá var notandinn skráður inn, og við sendum hann áfram á /admin, og /admin hérna með þetta ensure logged in middleware, sem passa þó upp á að ég geti bara séð þetta ef ég var loggaður inn eða ekki, eða sé loggaður inn eða ekki, og byrti þá einhverja síðu með einhverjum upplýsingum sem ég á aðeins að sjá yfir innskráður, og slóð yfir á forsíðuna. Þannig ef við kerum þetta upp, þá fáum við hérna innskráning, því ég ekki innskráður núna. Og ég smetla þetta og ég fæ upp formið og þá get ég prófað hérna eitthvað ASDF og þetta mun þá leita að notanda sem heitir ASDF. Hann fannst ekki og þar af leiðandi mun auðkenningin ekki ganga upp. Þannig að við fórum hingað inn ASDF. Það var leitað að notanda sem er með username ASDF. Hann fannst ekki, þannig að það var kallað í þetta hér. Það segir þetta gekk ekki upp. Og ef þetta gengur ekki upp, þá eru þessi skilaboð vistuð og redirectað yfir á login. Þannig að núna ef ég reloada þessari síðu, þá er búið að hreinsa út þessi skilaboð. Þannig að hann birti þessi skilaboð þetta hafi ekki gengið upp. Og núna ef ég skráði mig inn sem einhver notandi sem er til, en með vitlaust lykilorð, þá fæ ég það samu, af því þá fór ég hérna inn, þetta gekk upp núna, en
þetta hérna klikkaði, þannig að þetta hérna var kallaði done með null og false og innskráningin gekk ekki. En núna ef ég geri Óli 1, 2, 3 og skráum inn, þá loggaðist notandinn minn inn og ég komst áfram á þessa admin síðu og ef ég fer hérna yfir á login, þá get ég ennþá logga mig inn hérna en ég loggaður inn, þannig að hugsanlega þetta verið eitthvað í þessu sem hérna if rec is of candidate res redirect svona. Þannig að við gerum svona, núna reloadaðist serverina því ég startaði þessu með Notemon og út af því að ég með sessionum mitt geymt í minni þá loggast ég út. Þannig ég ekki lengur loggaður inn út af því að serverinn var ekki lengur með gagnageymsluna sem var með lykilinn sem að klientinn minn með í cookieinu sem vísar í. Þannig að það var í raun bara tómt session storage. Ég segi hei, ég með session eitthvað x, serverinn segir það ekki til, þú ert þar af leiðandi ekki innskráður notandi, þannig þú þarft að skrá þig inn. Þannig þá fyrir ég aftur hérna, admin 1, 2, 3, nú ég admin, þá getur ég farið hérna, innskráning sem admin, þú ert admin. Og ef ég fer núna á /login, þá klikkaði eitthvað hjá mér. Set header, passport, yes, 133. Já, af því ég gerði ekki hérna return, þá var mér redirectað, og síðan þá var búið að skrifa í headerinn og svo reyndi ég að skrifa eitthvað meira í headerina og það klikkaði. Þannig núna þarf ég aftur að logga mig inn, admin 1, 2, 3. Ef ég fer inn á login núna, þá redirectar það út af því að ég var búinn að útfæra það. Allir sem fara á login sem eru innskrifaðir fara yfir á forsíðuna. Og hérna get ég það farið aftur tilbaka, útskráð mig, þá kallaði ég logout og núna notandinn ekki lengur til. Og þá þarf ég aftur að logga mig inn og ef við prófum núna að láta þetta einhvern veginn brotna, til dæmis ef við köllum þetta hérna user og admin 1, 2, 3, þá fæ ég bara notandana, ég með þetta rétt stilt, en út af því að þetta heitir ekki username, þá virkar þetta ekki. Þannig að ég kallar þetta user, vista, þá mun þetta byrja að virka aftur. Eða ekki. Username, admin, 1, 2, 3, svona. Þannig að þarna erum við komið með innskráningarkerfi og þá þetta í raun bara svona beinagrind fyrir það síðan að bæta við einhverju sem ætti að vera eitthvað flóknara. Þannig að hugsanlega næsta skref væri að breyta þessu hér yfir í að vera ekki að nota eitthvað fylki í minni í þessu, heldur að nota einhverja töflu í gagnagrunni og breyta þessum hérna föllum, reyndar ekki þessu hérna falli, heldur breyta þessum hérna föllum í það að selekta upp úr gagnagrunnum og aðtúa hvort að notandi sé til eða ekki. Og síðan í staðinn fyrir þetta hérna, þá gæti þetta verið eitthvað /applications, þannig að ég verð að vera innskráður notandi til þess að geta séð umsóknirnar og hugsanlega getum við líka verið með eitthvað hérna til þess að gera app.post á register sem að myndi þá búa til form sem að myndi leyfa mér að búa til notanda sem getur þá síðan skráð sig inn. En við skoðum það aðeins nánar eftir. Tökum bara svona 5 mínútna pásu áður en við rumpum restinni af.